Komið sæl og velkomin í Bílasport. Í síðasta þætti sáum við flokk sérútbúinna jeppa í BF Goodrich torfærinni sem framfór í Jósepsdal 9. maí síðastliðinn. Í þessum þætti munum við sjá flokk götubíla úr sömu torfæru. Auk þess sjáum við motocross, sandspyrnu og bílcross. En byrjum á jeppunum. Það voru 14 keppendur skráðir í flokk götubíla og 10 þeirra tóku þátt í keppninni sjálfri. Ég fengi Guðbjörn Grímsson aftur til liðs við mig en hann er formaður Jeppaklúbbs Reykjavíkur sem stóð að þessu móti. Nú er þetta bikarmót. Er þetta eina bikarmótið á þessu ári? Nei, það eru 4 bikarmót sem að verða í sumar og þetta er það fyrsta, síðan verðum við á Akureyri og Egilsstöðum og síðan aftur þarna upp í Jósepsdal í haust. Hvernig gengur svona bikarmót fyrir sig? Bikarmótir í raun og veru ekkert öðruvísi heldur en önnur heldur en Íslandsmeistaramóti, þannig að við erum með 2 valmöguleika og ökumenn hafa, menn hafa farið í lið með bíla og kannski skipst á, annar keppir í Íslandsmeistaramótinu og hinn í bikarmeistaramótinu. Það er svona þess að búið upp á meiri valmöguleika og fleiri geta tekið þátt. Þá eru staddir í fyrstu þraut. Fyrstur kemur hérna Rögnvaldur Ragnarsson á Bronco árgerð 66. Þess að geta Rögnvaldur er 35 ára bóndi frá Hrafnabjörgum. Já, og þetta er fyrsti Bronco sem fór austur á Hera. Hvað hefur hann verið lengi í keppni? Rögnvaldur er búinn að vera núna undanfarin ár og ég held að hann hefði, semst á öðrum ólöfstöðum, þá var ég hann mestu til fyrir og hérna er alltaf ég gaman að horfa á hann. Næstur í þrautuna er Guðni Jónsson. Hann ekur á Willys árgerð 73. Þessar þrautir voru erfiðari heldur en í fyrra fyrir götubílana. Já, við töldum það að götubílarnir hafa það fram yfir sérútbúnu bílana og við kannski sáum það best í þessari keppni að þeir eru búin að vera að keyra í vetur og kannski þekkja jeppann sinn og svona, ef við notaðum slæma íslensku, eru með tötsi fyrir því. En það sýndi það sig að þeir leystu mjög erfiða þrautir. Þarna vantar nú hersluminn, hann hefði mátt ná betra tillöp upp úr hólunni hann. Það færi aðeins 25 stig. Já, það er oft svolítið að passa sig á því kannski að setja eina létta þraut í upphafi og þeir virðast þurfa að ná því að hita sig upp. Já. Og næstur í brautina er Guðmundur Sigvaldason, 31 árs frá Reykhólum, ekur á Willys árgerð 55. Guðmundur Sigvaldason, hann er gamalreyndur og hefur sem sagt lagt mikið í þetta, enda bíllinn að stöðu. Já. Þegar þarna lengst komið 180 stig, það er vel að þessi ríkir. Það er gaman að sjá hvað götubílaflokkurinn, hvað menn eru farnir að vanda sig og virkilega leggja sig fram með það að gera bílana góða og svona, það komið, menn leggja mikið í þessa bíla. Þarna er Hallgrímur Ævarsson sem kemur úr Eyjafjarðarsveit. Hann ekur Bronco árgerð 66. Þeir eru þarna 2 á Broncoum, það er Rögnvaldur bóndi og svo er það fjósamaðurinn. Hann fær 110 stig fyrir þessa þraut. Þá er það Þorsteinn Einarsson, 33 ára iðnrekandi, ekur Willys árgerð 63. Hann stóð sér nú vel í fyrra, var það ekki? Jú, það er sama saga með hann og hann er gamalreyndur og þessi bíll er mikið breyttur og rosalega. Já. Þarna vantar nú bara herslumuninn. Það er 255 stig þarna. Það vantar ekkert annað að fara bara upp. Já. Þá er komið að Kristjáni Finnbjörnsssyni. Hann er 20 ára nemi í bifvélaverkjum frá Hafnarfirði. Ekur Willys árgerð 55. Þetta er fallegur bíll. Það er sama sagan, virkilega vanda til bílana og leggja upp úr því að hafa þá fallega og góða. Þá er það Steingrímur Bjarnason,
glæsilegan bíl, Willys Árgeir 64. Hann Íslandsmeistari frá því í fyrra og hefur sýnt virkilega hörku því að bílinn hans tiltölulega lítið breyttur miðað við Willys yfirleitt en aftur á móti Steingrímur gefur aldrei neitt eftir. Nei, hann fær þarna 165 stig. Nú næstur í þrautina Sigurjón Guðmarsson, 22 ára bifreiðarstjóri frá Kópavogi. Hann ykkur á Willys Árgeir 76 sem áætluð hestöfl 170. Hann líka nýr í sportinu og hann samt koma inn með jafn vandaðan bíl og flestir aðrir. Hann farið að taka götugrunnflokki mjög alvarlega og leggja sig mikið fram í hann. Já, fékk hann 45 stig fyrir fyrstu þraut. Þá það Ragnar Skúlason á Jeepster 69 Árgeir. Hann 27 ára járnsmiður frá Reykjavík. Hann hefur nú keppt áður og Þarna fer afturöfsl hjá honum bara strax í upphæði. En hann fær þá 120 stig. Þá erum við staddir í annarri þraut. Þarna Gunni Jónsson, 22 ára vélvirki eins og kom fram áður. Þarna farið niður hlíðar alla fyrst og þeir þurftu að passa sig á dekkjónum. Já, þarna fer hann yfir eitt dekk, tapar þar 30 stigum. Og við skulum fara aðeins yfir hvernig stigagjöfin í torfærinni. Já, það eru 3 dómarar sem gefa hver sig 100 stig og síðan eru gefnir á mínusar fyrir það að keyra við dekk og að bakka og stoppa. Þannig að þeir þurfa að passa sig á því að keyra þetta svona viðstöðulaust og passa sig á því að reikna út að þeir hafi nóg pláss í beygina. Wow. Þetta var glæsileg tilþrif. Það sér það líka hérna í plasi við undirvagnin á bílnum. Þeir eru komnir á gorma þessi bílar og þeir eru farnir að vinna og þeir eru í raun og veru eini munurinn á þessum bílum og sérubúru bílunum meðan maður skoðar undirvagninni er það að þessi bílar eru á skrá. Hann þarna með ljós á grindinni til þess að vera löglegur. Já, þeir verða allir að vera löglegir og geta farið vera með fullnæga skoðun frá Bifreiðaskoðun Íslands. Þarna Kristján Finnbjörnsson að leggja í aðra þraut. Það var snyrtilega gert á hann. Svo sko hann krækti rétt fyrir þig. Það glæsilega gert í honum líka. Hann gerir betur. Hann tekur greinilega fleiri dekk. Fær aðeins 180 stig. Komið 300 stig samtals. Eins og við sjáum á gulutölunum. Það þarna rosalega mikið frákast á framdekkin þannig þegar hann fer á barðið. Þá það Steingrímur Bjarnason. Næsti maður. Gunnar Guðmundsson næstur í brautina. Gunnar gamalreyndur, hann hefur keppt bæði í sérubúnu og götubíla og gaman að sjá hann koma aftur. Og fær þarna 160 stig. Þarna kemur bóndinn. Á Rökkvaldur. Það virðist nú kúpningin vera að svíkja þarna. Það krækir sér þarna í 95 stig. Þá erum við stödd í þriðju þraut. Það er Þorsteinn Einarsson. Glæsileg tilþrif. Það Steingrímur Bjarnason
Sjáum hvað hann gerir. Nei. Hann er að krækja sig niður þarna í barðið. Það var þarna hóla sem var svolítið erfið. Þá var það Gunnar. Það reyna að passa sig að vera ofalega til þess að taka ekki dekkin og Já, það verðist taka þarna 2 dekk sem í endarliðinu. já. Þá er það Rögnvaldur. Og hann fyrir sömu leið. Þá er það staðan eftir 3. þraut. Í fyrsta sæti er Þorsteinn Einarsson með 660 stig. Í öðru sæti Guðmundur Sigvaldason með 505 stig. Þriðja sæti Gunnar Guðmundsson með 470 stig og fjórða sæti Steingrímur Bjarnason með 460 stig. Í 5. sæti kemur svo Rögnvaldur Ragnarsson með 310 stig. Og þá vindum við okkur í 4. þraut. Og það er Steingrímur Bjarnason. Tekur að skarið. Þeir skipta alltaf um röð í hverju þraut, eftir hverju er farið. Við reynum að raða bílunum upp. Ef við erum með marga bíla þá færum við jafnvel 2 bíla eða jafnvel 3 bíla framfyrir í einu. Og til þess að það jafnist út. Það er alltaf vont að vera fyrstur í þraut. Hann fékk aðeins 95 stig fyrir þessa þraut. Þá kemur Gunnar. Sjáum hvað hann gerir. Drepur þarna á bílnum. Tapar þar 30 stigum. Hver er þróunin í sambandi við brautir, heldur þú, í framtíðinni? Nú hafa þær alltaf verið að þyngjast. Þessi nú lýstum dæmi það. Já, vísu sko, þarna erum við með þrautir í götubílum sem götubílarnir ráða mjög við. En það er kannski að reyna að höfða meira til aksturstækni. Og Gunnar krækir sér þarna í 140 stig og er komið 610 í heildina. Næstur er Guðmundur Sigvaldason. Það virðist fara þetta klakklaust framan af. Geysileg orka þessu bíl. Já. Þá var það Þorsteinn. Já. Hann verður að fara upp ef hann ætlar að eiga möguleika á fyrsta sætinu. Gunnar hann kom með 760 stig og Þorsteinn er með 510 fyrir þessa þraut. Og hann verður að standa sig. Hann gerir það með glæsibrag, fær 245 stig og kom með 905 alls. Og þá vindum við okkur í tímaþrautuna. Hún getur skipt sköpum í þessa keppni, en þarna sjáum við Guðna Jónsson restan fyrstan. Eftir dýrt, það fyrir skaftið. Hann fenn ekki langt svona. Og þá var það Guðmundur Sigvaldason. Honum gengur betur hérna í þennan hól. Út af hvað gengur svona tímaþraut? Það er fyrir að fyrsta náttúrulega að vera fljótur í gegnum brautirnar. Síðan eru í þessu 3 þrautir í raun sem að gefa 2 valmöguleika. Það er 150 stig sem eru hérna frá hverjum dag. Og síðan var við hliðina er 300 stiga brautin sem að við reyndum nú heldur fæstir við í götubrónunum. Það var það sem sérútbúnu bílarnir reyndu hvað mest við. Já. Þeir eru rauninni búin að slétta brautina fyrir götubíluna, þannig að þeir fara þetta tiltölulega létt. Þarna reyna við 300 braut, ekki satt. Jú. Og nær henni. Næstur í brautan er Þorsteinn Einarsson. Hann var með 905 stig áður en lagt var í brautina og
Guðmundur er nú þegar búinn að ná sér í 1605 stig, þannig að Þorsteinn þarf nú aldeilis að taka stóra sínum. Það tók hann eitt dekk í byrjun, þannig að það má ekki gera meiri mistök. Koma með 30 mínus strax. Og þarna er leyfilegt að bakka í tímaþrautinni. Það er leyfilegt að bakka þarna, já, til þess að rétta sig af í brautina. Hann velur auðveldari kostin þarna. Og krækir sér í 150 stig fyrir þá þraut. Það skiptist í 3 þrautir, ekki satt? Jú. Núna er í raun og veru ekkert annað en tími sem kannski gildir og hann þarf að ná góðum tíma og passa sig á dekkjónum til þess að ná því að sigra. Sjáum það. Eða halda fyrsta sætinu. Já. Jú, hann fer yfir. 795 stig Guðjónum til þess að ná fyrsta sæti. Þá er komið að Steingrími Bjarnasyni. Heldur hann verði titilinn í sumar? Hann er nú Íslandsmeistari. Ég er ekki í vafa um það því að hann hefur mjög gott vald á bílnum og er geysilega harður ökumaður. Gefur örugglega ekkert eftir í sumar. Nú eru margir sem leggja hönd á plóginn í svona keppni. Hverjum viltu helst þakka? Nú Pílabúð Benna og BF Goodrich studdi okkur með þessa keppni. Og síðan Samskip sáum flutningana á svíjónum. Og ef ekki kæmi fyrir að fyrirtæki stytti okkur í þessu þá væri mjög erfitt að gera þetta vel. Og þá er